við hefjum leikinn með því að spóla 10 ár aftur í tíman með fréttamanni VFF, þá fyrir NFS, sem var pínu CNN þegar stöðvar 2 í góðærinu. Það hefur gengið á ýmsu síðustu daga eftir þessi ákvörðun Bandaríkjahers að fara héðan frá Íslandi. Og þessi orð eiga sem sagt vel við óviðkomandi bannaður aðgangur, því að fjölmiðlum hefur líka verið meinaður aðgangur og við höfum því ekki getað tekið púlsinn á svæðinu innan girðingar. Segjum ekki hvað kom fram á þessum samráðsfundi ríkisvaldsins og sveitarfélaganna hér áðan? Og hér voru mjög góðar og jákvæðar umræður þetta, þar sem að kemur fram að menn vilja snúa vörn í sókn í þessu máli, hvað varðar atvinnuþættina, þau atriði sem snúa hér að atvinnumálum á Suðurnesjum. Og mér fannst vera jákvæður tónn í þessu, það er viss eftirvænting varðandi það hvaða aðstaða skapast hér og hvaða starfsemi geti passað inn í hana. Þannig að þrátt fyrir þessa erfiðleika sem að núna er við að glíma, þá eru menn staðránir í því að gera það best úr þessu og skapa hér ný tækifæri. Var eitthvað rætt framtíð aðstöðunar upp á Miðnesheiði? Nei, það er ekki hægt að gera það strax fyrir en að þetta skýrist, nákvæmlega hvað þarf að nota í varnarlegum tilgangi við þessa breytingar og hvað hægt er að taka í almenna borgaralega notkun. Þetta er bara ekki ljóst ennþá. Kjartan, það eru 10 ár á þessu ári frá því að varnarliðið fór með manni og mús. Það er búið að gerast ansi mikið á gamla varnarsvæðinu sem að núna heitir Ásbrú. Já, það er rétt. Þetta er, þegar maður hugsar 10 ár, þá er það bæði langur og stuttur tími. Það er fjölmargt gerst og mörg fyrirtæki og margir nýjir einstaklingar sem hafa flutt inn á svæðið á þessum tíma. Það má þó ekki gleyma því að á þessum tíma þá er í raun og svæðið að fara í gegnum 2 mjög stóra krísur. Í fyrsta lagi náttúrulega stærstu efnahagskrísu eða eina af allra stærstu efnahagskrísum sem að svæðið hefur gengið í gegnum þegar að kaninn fer og síðan náttúrulega fjármálahrunið fræga, það kemur ofan í þetta allt saman. Þannig að það eru búin að vera nokkur ár þar sem að uppbyggingin hefur verið svo svona, má segja, með eðlilegum hætti í eðlilegu umhverfi. En það breytir því ekki að við höfum nýtt tíman vel, þetta gat sem hefur verið í verkefninu og náða að draga inn fjölmörg fyrirtækin á svæðið og haldið svona með markvissum hætti í þá stefnu sem við sköpuðum í byrjun. Og það hefur síðan leitt til þess að við erum svolítið að ná að grípa boltan á lofti þar sem að kannski hann var þegar að fjármálahrunið dettur yfir okkur. Já, ef við horfum á þessi 10 ár, hvað er nú það helsta ef að þú segir okkur í stuttum máli hefur gerst á þessum tíma? Já, kannski til að byrja með að þá náttúrulega fór í gang mjög mikil vinna í því að móta stefnu fyrir svæðið. Út frá þeirri stefnu hefur síðan verið unnið því það er alveg ljóst að þetta mikla magn af eignum sem hér er að þetta hefði getað haft gríðarleg áhrif á það sem er að gerast annars staðar á svæðinu en okkar markmið var það að reyna að lágmarka öll neikvæð áhrif og hámarka þau jákvæðu. Og þar með höfum við verið að skilgreina ákveðnar greinar sem við höfum sótt markvisst á. Fyrsta verkefni okkar var stofnun Keilis sem hefur haft gríðarleg áhrif ekki bara á Ásbrú heldur á öll Suðurnes og jafnvel landið í heild. Við horfum á það að þar eru 2500 mann sem hafa útskrifast síðan að Keili byrjaði. Þar að veru 1300 manns bara í háskólabrú einni sem að hafa útskrifast og langstæðstu hluti þeirra heldur síðan áfram í háskólanám. Og við getum alveg farið í mikla vangaveltur það hvað áhrif þetta muni hafa á samfélagið okkar hér á næstu árum. Ég held að sé alveg ljóst að öll þekking er hinu góða og fólk með meiri þekkingu og sem er að ferðast svona áfram í lífinu og það mun setja mark sitt á svæði hér á næstu árum. Ég meina þetta er eitt, síðan náttúrulega það að þau fyrirtæki sem við höfum markvisst verið að sækja á, að við höfum náð góðum árangri þar. Að við erum að horfa á tækifæri í tengslum við fyrirtæki sem á einhvern hátt eru að horfa til flugvallarins með sína uppbyggingu. Þau þurfa ekkert endilega að vera svona flutningaháð en þau þurfa með einhverjum hætti að horfa til flugvallarins með þeim augum að hann skapi virði í þeirra rekstri og eitt dæmi það til að mynda eru gagnaverin hér á svæðinu að við erum nú þegar með 5 af 6 gagnaverum sem eru starfrækt á Íslandi hér á svæðinu og það er alveg ljóst að það datt ekkert að himnum ofan, það er bara mjög markviss stefna og viðræði við þessa aðila sem hafa leitt til þess að þau eru hér og þau sjá virði í því að vera hér. Síðan ef við horfum á íbúafjöldan að þá eru hér 2000 mann sem búa á svæðinu sem að
fólk sem að klárlega á eftir að leggja mikið af mörkum til samfélagsins á næstu árum. Auðvitað ákveðið gegnum streymi að stór hluti kannski því fólki sem að hér býr eru nemendur sem í námi hjá Keili eða í öðrum háskólastofnunum, en einnig fólk sem tímabundið að vinna í tengslum við þessi fyrirtæki sem að hér eru. En það líka ákveðið hlutfall af fólki sem að mun festa hér rætur til langstíma litið. Síðan erum við með aðra greinar eins og líftækniiðnaðinn, við erum með ansi flott líftæknifyrirtæki sem í örum vexti hér á svæðinu og svona mætti lengi telja. Eitt af því sem að mjög fljótlega komu áhyggjur var þessi mikli fjöldi íbúðar stórt og mikið af íbúðarhúsnæði hérna á vellinum eins og þetta var alltaf kallað. Hvernig hefur það gengið hvað getur þú sagt, að þau áhrif yrðu ekki of mikil á fasteignamarkaðnum á svæðinu? Já, ég myndi segja að það hefði gengið ótrúlega vel og auðvitað erum við náttúrulega búin að vera með svæði sem að það kannski svona ástandi á fasteignamarkaði hefur verið verra heldur en á mörgum öðrum stöðum á landinu í töluvert lengri tíma. Og þess vegna komum við aftur að því að okkar markmiði var það að búa til nýja eftirspurn eftir þessum eignum og ég held að sé alveg ljóst að þú myndir hvergi fara í gegnum verkefni þar sem að svona stórt hlutfall af nýju húsnæði væri að koma inn á svæðið án þess að það hefði einhver áhrif á nærliggjandi markaði. En okkar markmiði var náttúrulega bara að lágmarka þau áhrif og ég held að það hefði gengið ótrúlega vel. Því við sjáum að eins og í tengslum við Keili að þá mikið að nýju fólki flutt inn á svæði sem hefði ekki verið hér annars og sama má segja þau fyrirtæki og þau störf sem hafa verið sköpuð hér undanfarnum árum að fólk sem að býr hér í miklu liti í tengslu við þá viðbót sem hefur orðið hér á svæðinu í tengslu við þá uppbyggingu sem hefur átt sér stað. Hvað búið í mörgum íbúðum og hvað eru margar lausar og hvernig framtíðin hvað það varðar? Þetta nú eiginlega svona svolítið tvískipt, þetta annars vegar einstaklingshúsnæði og hins vegar fjölskylduhúsnæði. Af fjölskylduhúsnæðinu þá búið í það bil 70% af því húsnæði sem til staðar sem eru 700 íbúðareiningar, þannig að það má segja að séu 300 eftir. Varðandi einstaklingshúsnæði þá það kannski í svona öfugu hlutfalli, það eru 300 eignir sem eru nýttar, einingar sem eru nýttar á móti kannski það bil 700 sem eru lausar. Von á því að þetta lausa húsnæði fari í notkun á næstunni? Við teljum alveg klárlega eins og sérstaklega horfir á fjölskylduhúsnæðið að á næstu 2 árum verði langstærstu hluti ef ekki allt af því komið í nýtingu og sama má segja með einstaklingshúsnæðið að það eru svona nokkur ólík hlutverk sem við sjáum fyrir það húsnæði. Eitthvað tengist uppbyggingu í ferðaþjónustu eins og hefur verið, annað lítur að mönnun nýra starfa við flugvöllinn og síðan náttúrulega hluti af því húsnæði sem áður var nýtt sem einstaklingsíbúðir að við sjáum tækifæri jafnvel fyrir það sem skrifstofur í tengslu við þá auknu starfsemi sem á sér stað hér á svæðinu og líka í tengslu við uppbyggingu flugvallarins. En hvað með atvinnuhúsnæði? Eitthvað laust af því hérna þá? Það líka svolítið svona í nokkrum hólfum ef má segja svo. Ég myndi segja að langstærsti hlutin af því svona iðnaðarhúsnæði sem við höfum haft að það í nýtingu í dag og hefur verið mikil eftirspurn eftir því bara undanförnum árum. Við höfum verið að nýta hluta því náttúrulega í tengslu við þessi sprotafyrirtæki sem hafa verið að koma og svona allskyns ólíka starfsemi sem hefur komið inn á svæðið. Síðan eigum við eitthvað á svona þjónustuhúsnæði sem má nýta betur og á eftir að nýtast betur á næstu árum. En eins og ég segi, við sjáum það svolítið fléttast saman í heildar uppbyggingu svæðisins að með auknum umsvifum á svæðinu, nýjum íbúðum og nýjum fyrirtækjum, þá myndast líka þörf fyrir þetta húsnæði í tengslu við það. Þannig að þegar þú horfir tilbaka, ertu ánægður, þú nú búin að vera hérna frá upphafi, hefðirðu viljað sjá eitthvað af þessu sem búið að gerast, fara einhvern veginn öðruvísi? Nei, ég meina auðvitað, það alltaf hægt að vera eitthvað vitur eftir á en ég held að í heildina liti hafi þetta nokkurn veginn gengið eftir þeim plönum sem við lögðum upp og við náttúrulega, það alveg ljóst að sko í byrjun var verkefnið nokkuð óljóst og við þurftum að setja mikla vinnu í gang til að greina þau tækifæri sem voru til staðar og móta ákveðin ramma stefnun okkar. Og ég myndi segja að í meginatriðum hafi það allt gengið eftir. Auðvitað kannski eru einhver ákveðnir þættir sem maður hefði viljað sjá öðruvísi en í heildina liti held ég að þetta hafi algjörlega farið eins og við vonuðumst til að þetta myndi þróast. Þrátt fyrir sko viðbótar áföll sem kom inn í verkefni sem hafa töluvert mikil áhrif líka. Í þessu ferli á þessum tíma hefur maður heyrt spurt
hvað þýðingu hefur þróunarfélag Keflavíkurflugvallar fyrir Suðurnesin? Svona, eru þið eitthvað sérverkefni, eru þið að tengjast svæðinu ykkar? Hafið þið áhyggjur af því það sem að gerast niður frá, ef við getum orðað það þannig? Hvernig tengingu eru þið með við eins og sveitarfélögin og þessi svæði? Ég myndi segja að sú tenging mjög góð og búin að vera góð í gegnum tíðina. Ég meina sveitarfélögin hafa frá fyrstu tíð átt sinn fulltrúa í stjórn fyrirtækisins og þannig það ennþá í dag, þannig að það hefur verið reynt að svona tengja þau með bestum hætti við. Auðvitað það þannig að okkur falið að gæta ákveðina hagsmuni verkefninu og þeir fara ekkert endilega alltaf saman, en ég held að hafi gengið ótrúlega vel að finna leiðir til þess að leysa þann svona litla ágreining sem hefur komið upp og ég alveg sannfærður það að það virði sem hefur verið búið til hér fyrir svæði með þessu verkefni og þeirri leið sem var farin á sínu tíma að nýta þessar eignir til þess að byggja upp á svæðinu, horfa á tækifæri til að hækka menntunarstig, auka tækifæri fyrir mennta fólk til að starfa á svæðinu, að þetta á eftir að hafa áhrif á svæði sem að jafnvel fólk ekkert farið að sjá fyrir í dag og eru svona rétt að byrja. Ég held að séu margir einhvern veginn svona fyrst átt að sjá því hvað raunverulega að gerast og hverju svo mikla fjárfesting sem búin að vera hér undanförnum árum að skila. Það sér það í því dæmi til dæmis að einhver sem það þekkir að nema í Keili, að starfa hjá einhver af þeim fyrirtækjum sem eru hér í miklum fjárfestingum. Við erum að horfa á 20 milljarða fjárfestingar undanförnum árum, bæði ef við tökum saman það sem við höfum eitt og þessi fyrirtæki sem eru að byggja upp eins og Vörn, Algalíf og fleiri. Og þetta ekkert allt einhverju peningar sem að rúlla bara hér innan þessa svæðis. Þetta eru peningar sem að rúlla öll Suðurnes og enda sem útsvar og launagreiðslur í öðrum póstnúmerum heldur en hér. Þannig að það eru fjölmargir sem hafa haft bara sitt lífsviðurværi af verkefninu undanförnum árum og fyrir utan þann grundvöll og þau framtíðartækifæri sem verkefnið þá að skapa með eins og Keili og þessum nýju fyrirtækjum sem að koma inn. Þannig að þú sérð bara þessa þróun halda áfram á næstunni, eða hvað? Alveg klálega. Ég held að sé bara komin ansi góðu grundvöldi fyrir áframhaldandi þróun og ég held líka eins og þetta varandi ef við horfum til flugvallarins að þessi mikla aukning til að mynda í ferðaþjónustu að það auðvitað eru dæmi erlendis að það hafi haft svona ákveðin áhrif á ákveðin samfélag þar sem að hátt hlutfall af störfum fyrir lægra launað fólk. Ég held að ég meina þetta alveg klálega eftir því sem þarf að vinna með hér á landi og horfa á með hvað hætti við getum búið til meira virði innan til að mynda ferðaþjónustunnar, en við verðum þá líka að horfa til þess að samfélagi hér á Suðurnesjum verði ekki of einsleitt og hvaða aðra þætti við þurfum líka að leggja áherslu á til að byggja upp góða samfélagsblöndun og sterkt og gott samfélag til langstíma litið. Og ég held klálega að þetta verkefni sem hér og svo vinna sem búin að vera hér á undanförnum árum að hún eigi eftir að eiga stóran þátt í því að samfélagsblöndun og svæðinu verði með jákvæðum hætti.